Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 20:09 og það er 5. október fyrir þá sem er að hlusta á þetta viðtal eftir á. En ég kom á línuna þjálfara IBVF í handbolta Arnar Pétursson. Komdu blessa og sællöðingi. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef það fínt, með rigningunni. Já, það er væntanlega hressileg rigning núna á eyjunni. Já, það er búið að rigna duglega núna síðan setni partinn í dag. Já. Og rignir enn. Og þannig að það væri nú ekki mikið ferðalög núna eða hvernig er það? Jú, átunum signar alveg en þannig að það að labba eitthvað hérna þá myndum maður aðeins. Já. Sem er svo sem allt í lagi. Herðu, en tímabilið handbolta, það er nú heldur betur búið að fara á fullu gangarna hjá okkur í Eyjum og já, það má segja að það er bara góður árangur sem hefur svona hvernig tímabilið við hafið, þá eru bæði kvenna og kallaliðið ofarlega. Já, þetta fer alltaf ágjörlega á stað. Sérstaklega kvennamegin, þeir eru tablisar þar á toppnum á samt held ég Gróttunni. Þannig að það er búið að fara mjög vel að staðja á þeim og við hefum svona aðeins verið að koma tilbaka eftir erfiða byrjun. Og já, þið eru allan konir upp töflunni í þriðja sæti, bara 2 stigum eftir efstu 2 liðunum. Já, við erum svona nálgast upp þessi topplið, Val og Hauka. En ef ég byrja hérna, já, kvennaliðinu okkar hérna í Vestmannaeyjum, þær eru hérna með fullt úr stig að það er nú ekki margir spekingar sem voru nú búin að spá því að þið myndu allan að byrja svona svaðalega eftir fyrstu 5 leikina. Nei, það var nú ekki þannig. Það var, ég held að það hefði nú verið í þessari frægu spáð var ekki 5. sæti og kannski svona eðlilegt að eru þau svona ákveðna breytingar á hópnum og kannski meira það voru að fara stelpur frá okkur heldur en að koma til okkar og þetta breytist einnig, við fengum svo eina litánsku stelpu til þessi lið en það er alveg eðlilegt að væntingarnir voru kannski ekki hrikalega miklar en það er að svona sýnt svolítið úr hverju þær eru gerðar og eru að koma sterkar til leiks. Nú þið með frekar eða ekki svona þéttan hóp þannig að kvennamegin? Þéttan þáttu við. Það er svona, það er ekki stóra mannskap? Nei, þetta er ekki það er kannski ekki rosalega breiður en það eru þetta er mjög góðir leikmenn og ungar stelpur sem eru að koma upp sem að styðja vel við þær sem eldri eru þannig að jú, hópurinn er mjög góður og má svo sem ekki miklu en miklu skakaföllum en það eru ungar stelpur sem eru að koma sterkar inn og eru að veita þeim eldri eðlilega hildra samkeppni sem að hjálpar að sjálfsögðu til. Og já, þið fengu til eitthvað núna í sumar hérna Hrafnhildur Hósk til þess að stýra liðinu, hún er nú með hansi mikla reynslu eða ekki úr þessari deild sem leikmaður? Jú, Hrafna er náttúrulega þú finnum ekki reynslu meiri leikmann í kvennaboltanum á Íslandi. Ég held að hún er bæði hún landsleikja, með flesta landsleikja held ég fyrir kvennalandslið, hún er með flest mörk fyrir landslið og hún er búin að spila sem atvinnumanneskja í erlendis og ég veit ekki hvað marga titla á bakinu þannig að Hrafnhildur er það sem hún hefur mikið áhuga á að fara í þjálfun þá held ég hún að það hefur verið alveg frábær kandidat í þetta hjá okkur að taka af liðinu og svona byggjað upp til næsta ára. Og henni líka vel það ekki þarna í Eyjum? Jú, eins og öllum sem koma einhvað sem að tóra að koma, þá líkar henni vel. Já. Ég veit allavega ekki betur. Já. En já, kallaliðinu þar eru þið náttúrulega með byggar að baki fyrir þetta tímabil? Já, við það er byggarmeistaratitilinn er upp í húsi á okkur og við þurfum að myndir að skila Íslandsmeistaratitilinn mér fyrir þannig að það er aðeins einn í húsi. Já. Það gæti ekki verið ófært fyrir þann titil? Hvað segirðu? Það gæti ekki verið ófært fyrir þann titil að fara í höfuðborgina? Jú, það er nú verið kannski leikur að skilja bara eftir að segja að hann kemist ekki með. Já. Nei, það var til miður ekki ófært en hann þurfti að fara í bæinn og eins og sem ég ágæti sömdum í dag. En hópurinn sem þið eru með núna, er þetta mikið breyttur hópu frá því á seinustu leiktíð? Já, hann er töluvert breyttur.
við það fara út úr honum 2 markmenn frá okkur, Haukur Jónsson og svo Henrik fer út til Noregs. Agnar Smári fór til Danmerkur og hinn örvænta skiptan okkar, hann Svavar Kári fór í nám í borginu og verið í HK og svo mistum við Guðna í Gróttu, þannig að það fóru frá okkur 5 leikmenn sem hafa allir verið í ákveðnu hlutverki hjá okkur, þannig að það voru töluvera breytingar. Og í staðinn náttúrulega fengum við í markið Stefán Nielsen, frábæra og frábæra markmannsþjálfara, og svo fengum við heim Kára Kristín og til viðbútar Nemanja Malovic líka til að leysa stöðuna að hæra mig. Þannig að, já, það ákveðin reynsla sem kom þarna inn? Já, það kom inn ákveðin reynsla í þessum 3 leikmönnum og ákveðin vikt líka. Þetta allt saman toppleikmenn og góðir strákar. En hvernig svona hjá ykkur, það náttúrulega akademían, hún í fullum gangi, það ekki núna í haust og vetur? Jú, hún farin af stað og farin af fullt og á morgun 6:20 byrjar grunnskóla hjá okkur í akademíunni, þannig að það er tekinn snemma og 6:20 til 7:15 þá fara þau í morgumat og framhaldsskólinn kemur inn í kjölfarið og þannig að það allt koma fullt þar. Þannig að það alveg í lagi með metnaðinn þarna hjá okkur? Já, við viljum gera þetta vel og erum alltaf að reyna að hæfa þjálfar í öllum þeim flokkum sem við erum með og eins í akademíinu, þannig að það metnaður í þessu og það verður að vera til staðir, en alltaf sér eitthvað árangur í þessu, það ekki spurning. Hvernig það í Vestmannaeyjum? Eru margir krakkar sem að æfa bæði fótbolta og handbolta og körfubolta, eða þetta svona dreift bara? Þetta nú sömu krakkarnir sem að svona stóru leyti halda þessu uppi. Við náttúrulega, það ekki nema 4.300 mann sem búa hérna og það segir sér sjálft að ef við ætlum að halda úti liðum í bæði fótbolta og handbolta, þá þetta allavega svona upp allavega 4. flokk og sennilega langleginn gegnum 3. flokk líka. Þá þetta mikið til sömu krakkarnir sem eru að spila þetta. Þannig að það bara að mínum að það er góða. Þessi krakkar hafa gott að því að stunda fleiri en eina íþrótt og það gerir þau bara sterkari og svona fjölhæfari og betur undir það búin að taka svo á í framhaldinu við eina íþrótt. Það alltaf að minnst hvorki mín trú og mín trú að það sé betra. Já. Næsti leikur hjá ykkur í Ólafsdeild karla, hann nú á bara 50 daginn þar sem þið fáið F-fóðinga í heimsókn. Já. Og hvernig svona búin að vera stemningin á heimaleikjum? Það nú, Eyjamenn eru nú þekkti fyrir það að vera með grimman heimavöll. Já, það búið að vera bara vel mætt hjá okkur. Við þrátt fyrir svona erfið að byrjunum með heima. Við djöpum fyrstu 2 leikjunum, fyrst fyrir Val og svo fyrir Fram hérna heima. Það var mætingin á íleikin bara mjög góð og það myndast bara þessi fína stemming, þannig að ég bara mjög sáttur við það og gerir ráð fyrir að það verði vel mætt á leikina fimmtudaginn. Hvernig eitthvað búið að koma svona óvart svona eftir fyrstu 6 umferðirnar í Ólafsdeild karla? Nei, ekkert þannig séð. Liðin byrjuðu náttúrulega misjafnlega, mér sýnir svona þetta vera svona nokkurn veginn eftir því sem ég átti von á. Haukar og Valur eru klárlega með lið sem munu svona vera þarna við toppin eða ekki á toppin. Þetta eru best mönnuði liðin í dag og það kemur svo sem ekkert ótt að þau séu á þeim stað sem þau eru. Annað svona bara, eftir bókinni ég finnst reyndar ef ég að segja með þessum F-fóðingarna, þeir kannski byrjuðu, það var svona meira brasaðum til að byrja með ég átti vona, en þeir verðast vera að stíga og vera að koma sterkir tilbaka, það er svo sem allt eftir bókinni held ég. En í Ólafsdeild kvenna, það er náttúrulega, þar eru Eyja stúlkur á toppnum og svo hitt sunnlenska félagið Selfoss, þær töpuðu sínum fyrsta leik bara núna helgina. Já, það er kannski það sem kemur kannski mest óvart hvað stórveldin á Suðurlandinu hafa verið sterk í upphafi. En ég held að þeir sem hafa fylgst með þessu, ég sérstaklega starfinu upp á Selfossi og ég hef gert það, ég hef alltaf verið aðdáandi og þess sem handboltinn hefur verið að gera þar undanfarin ár og kemur mér svo sem ekkert mikið óvart hvað það hafa verið sterkar. Það held ég að sé
svona lið sem að sé þess verið að fylgjast með á næsta árum og basta að gera þar alveg frábæra hluti. Þannig að það hefur ekkert komið mikið óvart en jú, má kannski segja IBVF hafi kannski komið mest óvart svona í upphafi móts en annað kannski svona svolítið eftir bókinni það líka. Þannig að það sem er langbesta liði, það er engin spurning og svo fram sem er svona fylgja þeim og vonandi þá við og Selfoss líka. Nú í fyrst til karla það er náttúrulega erfitt fyrir að fylgjast með þeirri deild en já, það er nú 2 lið þar með fullt úr stiga, Stjarnan og svo er eitt lið hérna frá Selfossi sem heitir Mílan sem eru óvænt búin að vinna fyrstu 3 leikina. Já, ég svona aðeins svona fylgst með því líka en ég er ekki eins mikið á þínu en það kom mér svolítið óvart var ekki Mílan Fjölni hérna í annar umferð. Jú, en mitt í fyrstu umferðinni. Það er fyrstu umferðinni, já. Það kom mér verið óvart að það skildi gerast en það er í þessu liðir einstu boltar og það er bara spurning hversu lengi er hann út held ég. Já. Svo er hérna hálfi Vestmanningu Sebastiana svona aðeins við stjórnvælinu og hinn Örn Þrastarsson, þetta er allt ætt á Vestmanningu með ekki? Jú, þetta er alltaf eitthvað, við tengjum allt þetta góðar til eiga sko, það er engin spurning. Já. Og ég er ekki basti, er hann búin að ná, er það 600. leikurinn eða er það 700. 700. held ég sem hann næra á þessari tímabili. Alveg ótrúlega. Þeir eru að gera góða hluti þarna, engin spurning og eiga róskilið fyrir allt starfið sem vinna þarna Selfossi. Já. En svo er landsleikur hjá kvenna núna á sunnudaginn og Laugardalshöllina, ætlar að láta að sjá þið þar? Herru það er nú því miður að fresta því, við erum leik á 50 daginn og svo erum við aftur á mánudaginn og maður þarf eitthvað að vinna með þessu líka þannig að ég þarf eitthvað að nota þessa daga framöndan í að bæða undirbúa liðir og eins að sinna inn í vinnunni og fjölskylduna sjálfsögðu, þannig að ég verð að láta mig vanta en ég reynir eins mikið og ég get að fylgjast með þessu. Já, en það er allan að bjart framöndan í handboltanum og já, nú er að gera fyrir alla sem eru hérna ekki á eyjunni að þeir eru náttúrulega fjölmenna útileikina. Já, engin spurning og við fengum mjög flotta mætingu á seinast útileiki á okkur í Mosfellsbænum og okkar fólk mætir og styður baki á okkur og við erum takklátir fyrir þetta og vonum að það verði áfram. Arnar Pétursson, það kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi ykkur vel og hvetjum alla til þess að fylgjast með IBVF-liðinu í vetur. Já, takk kærlega. Bestu þakkir. Takk. Já, það er næsti leikurinn á 50 daginn í Vestmannaeyjum klukkan 6 og svo spila þeir aftur á mánudagskvöldi næsta í Víkinni klukkan 6. En nú það í bili, við þurfum meira í handbolta hér og eftir. Það fyrst er að smá fótboltaspjall.